Þá held ég að við bara förum að keyra þetta í gang. Ég ætla að segja ykkur stuttlega frá skýrslu sem við í Hagdeild Alþýðusambandsins gáfum út í síðustu viku. Fjallar skattbyrði launafólks á árunum frá 1998 til 2016. Og við erum í þessari skýrslu, skulum við sjá allir nú hérna, fletta hér klæðum. Svona. Við erum í þessari skýrslu að skoða skattbyrði bæði út frá tekjuskattskerfinu og tilfærslukerfum skattkerfisins, sem barna- og húsnæðisbótakerfunum, bæði vaxtabóta- og húsaleigubótakerfunum, og skoða svona hvernig samspil þessara þátta og áhrif þeirra á svona heildarskattbyrði launafólks. Við notum í þessari rannsókn tekjuupplýsingar frá Hagstofu Íslands og erum að skoða þetta eftir tekjuhópum og notum þessi svokölluðu fjórðungsmörk og erum sem sagt að skoða annars vegar fyrir neðri fjórðungsmörk, miðgildi og efri fjórðungsmörk tekna og svo bætum við inn í þetta lágmarkslaunum samkvæmt kjarasamningum á hverjum tíma. Skoðum hvernig sá hópur sem er á þeim launum kemur út úr þessu. Skattbyrði, heildarskattbyrði í rannsókninni er sem sagt skilgreind þannig að við erum að skoða greiddan tekjuskatt og útsvar að frádregnum persónuafslætti og viðbættum barna- og vaxtabótum eða þegar við erum að skoða leigjendur þá húsaleigubótum í þeim tilvikum. Til þess að geta gert þetta þurfum við að gefa okkur nokkuð margar breytur vegna þess að sérstaklega í vaxtabótakerfinu þar þarf maður bæði að gefa sér forsendur varðandi eignir og skuldir. Þannig á hverjum tíma þá miðum við það að fólk búi í það sem við kallum bara hóflegu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Við notum gögn frá fasteignamati ríkisins eða fasteignaskrá eins og það heitir núna húsnæðisverð, notum meðal fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu, gerum alltaf ráð fyrir því að einstæðir og barnlaus pör búi í 50 fermetra húsnæði og barnafjölskyldur sem í öllum tilvikum í þeim dæmum sem við sýnum eiga 2 börn búi í 100 fermetra íbúð. Sömuleiðis gerum við ráð fyrir því að þetta séu heimili sem eigi tiltölulega lítið eigið fé í sínu húsnæði, eða 20% sem við getum sagt að sé í dag svona eins konar lágmarks eigið fé þú ætlar inn á fasteignamarkaðinn og svo eins og ég segi skoðum við stöðu leigjenda sérstaklega. Ef við bara byrjum og svona förum aðeins yfir niðurstöðu þessara rannsóknar og hvernig þetta kemur út og byrjum á því að skoða áhrifin af tekjuskattskerfinu áður en að tilfærslukerfina kemur, sem barna- og vaxtabótana. Þessi mynd sýnir okkur hérna hvernig skattbyrðin hefur eftir tekjufjórðungum þróast á þessu tímabili frá 1998 til 2016 og þetta þá sem greiddur tekjuskattur og útsvar að frádregnum persónuafslætti. Og við sjáum það hér, græna línan, hún í öllum tilvikum lágmarkslaunin, bláa eru laun við neðri fjórðungsmörk, rauða miðgildið og þessi gráa eru efri fjórðungsmörkin. Og hér sjáum við strax að skattbyrðin hefur aukist langmest hjá lægstlaunaða hópnum eða þeim sem eru á lágmarkslaunum. Árið 1998 þá var hún 4%, þar sé tekjuskattsbyrðin. Á árinu 2016 þá var hún orðin 16%. Hún hefur vissulega aukist í öllum tekjuhópunum en ekki jafn mikið og í tekjulægsta hópnum. Hjá þeim sem eru með laun í neðri fjórðungsmörk hefur hún aukist 6%, farið hérna úr 19% upp í 25% og svo minna hjá tekjuhærri hópunum og minnst hjá þeim tekjuhæsta. Ástæðuna fyrir þessu getum við sagt að við sjáum best á þessari hérna mynd sem að sýnir okkur hvernig persónuafslátturinn hefur þróast á tímabilinu. Persónuafslátturinn hann hefur ekki alveg náð að fylgja verðlagi yfir þetta tímabil. Hann hefur rýrnað
rýrna nokkuð að verðgildi miðað við verðlag og ef við skoðum hann í hlutfalli við laun, að þá hefur hann rýrnað enn meira. Ef að persónuafsláttur hefði á þessu tímabili fylgt launum, væri hann í dag í kringum 79.000 en í dag 50 og réttæflega 53.000 og ástæðan fyrir því að skattbyrðin hefur þyngst þrátt fyrir að sko skattprósentur hafa á þessu tímabili lækkað, að þá vegur persónuafslátturinn einfaldlega svo þungt í lægri tekjuhópunum að þegar hann rýrnar með þessum hætti í samanburði við laun, að þá þyngist skattbyrði þeirra hópa meira en annarra. Ef við bætum svo við þetta tilfærslukerfunum, sem sagt vaxta- og barnabótakerfunum sem jú eru hluti af skattkerfinu og hafa nokkuð það að segja hver hinn endanlega skattbyrði fólks verður. Hér sjáum við að hér búið að bæta vaxtabótaþættinum við. Þetta sem sagt skattbyrði bæði að teknu tilliti til tekjuskattsins sem við skoðuðum áðan og svo bara bæta hér vaxtabótaþættinum við. Að það sjáum við í raun og veru mynd sem ekkert svo mjög ólík. Áfram eru það tekjulægstu hóparnir sem að koma verst út úr þessu. Skattbyrði þeirra hefur aukist mest. Hér sjáum við til dæmis í hópnum sem er á lágmarkslaunum. Þar að teknu tilliti til vaxtabótanna. Skattbyrðin á árinu 1998 var neikvæð 10%. Það þýðir að þessi hópur fékk greiddar bætur eða fékk útgreitt sem nam 10% af sínum launum. Í dag greiðir hann skatt sem nemur 6%. Þannig skattbyrðin hefur aukist í heildina 16% hjá þessum tekjulægsta hóp. Hjá hópnum við neðri fjórðungsmörk hefur hann aukist úr 12% í 23% og svo minna hjá hinum hópunum þar sem að tilfærslukerfin vega minna og svo sömulegis þessi áhrif af persónuafslættinum sem við sáum áðan. Ef við skoðum aðeins hvað hefur verið að gerast með vaxtabótakerfið á þessu tímabili og sýnir þessi mynd okkur vaxtabætur sem hlutfall af launum og þarna erum við að skoða heimili sem eru með tekjur við neðri fjórðungsmörk launa. Þetta er svona heimili með tiltölulega lág laun á hverjum tíma. Og eins og áður segir þá eru þetta fjölskyldur sem eiga 20% eigið fé í 100 fermetra íbúð. Þannig að þetta er fólk sem á tiltölulega lítið í sínu húsnæði. Á árinu 1998, rauða línan hérna, hún sýnir stöðuna fyrir samskattað eða fyrir pör og bláa línan eru einstæðir foreldrar. Á árinu 1998 námu vaxtabætur þessa hóps 8% af launum þeirra hjá pörum. Í dag nema vaxtabætur 2% af launum þessa hóps. Hjá einstæðum foreldrum var þetta 12% á árinu 1998. Í dag fær þessi hópur engar vaxtabætur. Og ástæðan fyrir því að einstæðir foreldrar koma svona enn verr út úr þessu en samskattaðir svo að hér eru það eignarmörkin í vaxtabótakerfinu sem eru að verki. Þau hafa í raun og veru svo langt frá því að í samhengi við fasteignaverð þá hafa þau ekki þróast með sama hætti, þannig að raungildi hafa þau rýrnað mjög á meðan að fasteignaverðið fyrir hækka mjög mikið, hafa eignarmörkin í vaxtabótakerfinu nánast staðið í stað núna í mörg ár og það gerir það að verkum að jafnvel þó fólk eigi bara mjög lítið eigið fé í tiltölulega hóflegu húsnæði þá á það samt orðið of mikið til þess að fá vaxtabætur. Og hjá einstæðum foreldrum er það þannig að vaxtabótakerfi gerir ráð fyrir því að eignamörk einstæðra foreldra eru hins sömu og gagnvart einstaklingum. Þannig að það er ekki gert í raun og veru ráð fyrir því að einstæðir foreldrar þurfi meira pláss en sá sem býr einn. Hér getum við séð, það er í raun og veru tveir kraftar að verki í vaxtabótakerfinu. Það er annars vegar það tekjuskerðingin og hins vegar þessi eignaskerðing sem ég var að tala um áðan. Og hér sjáum við að hún er tiltölulega brött.
þegar hún hefst. Hjá einhleypum einstaklingum, sem græna línan hérna, þá byrja vaxtabætur að skerðast við 400.000 og skerðast svo tiltölulega hratt eftir það. Og við tekjurétt 800.000 og þá eru vaxtabætur algjörlega horfnar. Og hér gerum við ráð fyrir því að það sé engin eign. Viðkomandi eigi ekkert, þannig að það komi ekki til neinnar eignarskerðingar. Svo kemur hún til viðbótar þegar hjá langflestir eiga náttúrulega eitthvað hlut í sínu húsnæði. Hjá einstæðum foreldrum þá hefst eignarskerðingin örlítið seinna. Þegar tekjur heimilisins eru 500.000 krónur, þannig að þá eru bæturnar að fullu skertar við ríflega 1 milljón í mánaðartekjur og hjá samsköttuðum við réttum 1,2 milljónir. Og við sjáum það að þegar tekjuskerðingin hefst, að þá hún tiltölulega brött og hefur orðið brattari með árunum. Á síðustu árum hefur tekjuskerðinga prósentan aukist eða hækkað úr 6 í 8%. Þannig að tekjuskerðingur hefur aukist og hér sjáum við mynd sem sýnir okkur þá eingöngu eignaskerðinguna. Þannig svona verið að reyna að horfa á þetta í sitt hvoru lagi, þó hjá náttúrulega langflestum þá þetta einhvers konar samspil af tekju og eignaskerðingun. En hér sjáum við það að hjá einstaklingi sem þetta með tekjur við neðri fjórðungsmörk og á 100 fermetra eign, að þá eru vaxtabætur hans að fullu skertar þegar hann á í kringum 20% af sinni eign. Og já, við getum sagt það ákveðið lágmark bara til þess að komast inn á markaðinn. Þannig ekki einu sinni þeir sem eru þá að hefja sín íbúðarkaup í þessari stöðu eiga rétt á vaxtabótum með við núverandi stöðu. Og þetta sem kerfið eins og það þá lítur út á árinu 2016. Hjá pörum þetta örlítið hærra, þar eru eigna skerðingamörkin örlítið hærri og þegar þau eiga þá orðið einhvers staðar í kringum 35% sinni eign og þá eru þau að fullu skert. Hér sjáum við mynd sem sýnir okkur áhrifin af þessu nokkuð vel. Þetta hlutfall þeirra fjölskylda sem var með húsnæðislán, hlutfall fjölskylda sem telja fram og með húsnæðislán og fá vaxtabætur. Og við sjáum þá árinu 1998 þá var þetta í kringum 62% hjá þeim sem voru einhleypir og 47% hjá pörum. Í dag fá 18% para með húsnæðislán vaxtabætur og 28% einhleypra. Við sjáum toppinn sem kemur hér, þetta eru árunum þar sem hinnar svokölluðu sérstöku vaxtabætur voru greiddar út og þá jókst þetta nokkuð, en nú hefur þetta aftur farið langt niður fyrir það sem það var fyrir þann tíma. Ef við horfum svo aðeins á hinn þáttinn í tilfærslukerfunum sem eru barnabæturnar og hvernig þær þá hafa áhrif og það sem við höfum gert hér á þessari mynd, að hér höfum við bætt í raun og veru allir 3 þættirnir, bæði tekjuskattskerfið sem við skoðum fyrst, þess að tekjuskatturinn útfærið úr persónuafslátturinn, að viðbættum barnabótum og vaxtabótum. Þannig hér þetta allt komið inn, þannig hér getum við sagt að við séum að horfa á mynd sem sýnir okkur heildarskattbyrði þessara hópa og þarna erum við að horfa á par sem á 2 börn og aftur þetta þá tiltölulega lítið eigið fé í sínu húsnæði, þannig að þetta ekki óraunhæf mynd fyrir bara svona ungt fólk sem er að koma sér á stað. Og aftur myndin í raun og veru svipuð. Það tekjulægsti hópurinn sem skattbyrði hans að aukast langmest. Hún að fara hér þegar við höfum tekið tillit til þess að bæði greiddra skatta og beggja tilfærslukerfanna. Úr því að vera neikvæð 23%, þess að þau sé að fá greiðslur sem nema 23% af launum sínum á árinu 1998, í það að vera neikvæð 2% á árinu 2016. Og þetta þá sem sagt allra tekjulægsti hópurinn hérna. Hjá fólki sem tiltölulega tekjulágt í neðri fjórðungsmörkum, það var með heildarskattbyrði að teknu tilliti til þess að tilfærslukerfanna beggja, sem nam 8% á árinu 2008, núna komið upp í 22%. Þeir sem voru með tekjur svona meðaltekjur við miðgildi launa voru 1998 með 18% heildarskattbyrði
hún í dag 27 og svo hjá tekjuhæsta hópnum eða þeim sem með tekið við efri fjórðungsmörk var skattbyrðin 25% 1998 en núna komin upp í 30%, þannig að aukningin þó langminnst hjá tekjuhæsta hópnum. Hér í raun og veru sambærileg mynd fyrir einstæða foreldra í sama sem að búa við bara sömu forsendur, það er 20% eigið fé í húsnæði og þarna eru bæði tilfærslukerfin inni. Og hér sjáum við nokkuð dramatíska mynd að hjá einstæðum foreldrum á lágmarkslaunum, þar hefur skattbyrðin aukist, getum við sagt 52% stig á þessu tímabili, farið úr því að vera neikvæð 62% í að vera neikvæð 10%. Og hér eru þetta vega getum við sagt áhrifin af veikingu vaxtabótakerfisins, þau eru hér mjög sýnileg því að þessi hópur eins og við sáum áðan algjörlega dottin út úr vaxtabótakerfinu. Ef við horfum aðeins á barnabótakerfisins slíkt, að þá eru þetta tekjuskerðingar sem koma til og við getum sagt hvorki bótafjárhæðirnar í barnabótakerfinu þær hafa ekki haldið í við hvorki þróun launa né verðlags og skerðingar hlutföllin sem eru vegna tekna, þau hafa heldur aukist síðustu ár og það sem hefur líka gerst að frá með tekjuárinu 2010 var farið að tekjutengja allar barnabætur. Fyrir þann tíma voru bætur vegna barna sem voru yngri en 7 ára ótekjutengdar en frá með árinu 2010 þá hófst tekjutenging á þeim líka. Þessi mynd, hún sýnir okkur í raun og veru tekjuskerðinguna í barnabótakerfinu og sem að hafa, getum við sagt, verið mjög lág allan tíman. Barnabætur byrja að skerðast þegar tekjur foreldra, hvort sem það eru einstæðar eða þá para, eru, getum við sagt, langt innan við lágmarkslaun. Í dag byrja barnabætur að skerðast þegar laun eru komin yfir 225.000 á mánuði á meðan að lágmarkslaun eru 280.000. Og þannig var það líka árið 1998. Þá byrjuðu barnabætur að skerðast þegar laun voru 48.000 og lágmarkslaun á þeim tíma voru 70.000. Þannig að við getum sagt svona í stuttu máli að barnabótakerfið, það styður fyrst og fremst við einstæða foreldra og allra tekjulægstu pör og þá eiginlega, helst þau sem eru fólk þá utan vinnumarkaða fyrst og fremst. Þannig að barnabótakerfið hefur verið veikt allan tíman en það hefur veikst ennþá frekar, getum við sagt. Hér sjáum við mynd sem að sýnir okkur barnabætur sem hlutfall af launum hjá fólki sem með tekið við neðri fjórðungsmörk og aftur erum við bara með að fólk eigi 2 börn og annars yngra en 7 ára. Hjá einstæðu foreldri sem var í þessari stöðu árið 1998 námu barnabætur 20% af launum. Í dag nema þær 9%. Hjá pörum hefur þetta svo sem verið mjög lágt allan tíman, var árið 1998 kringum 3% en hefur enn lækkað og í dag nema barnabætur pars í þessari stöðu 1% af launum. Hér getum við svo sé mynd sem sýnir okkur hlutfall barnafjölskyldna sem að fær barnabætur. Bláa línan eru einstæðir foreldrar, 97% einstæðra foreldra fékk barnabætur á árinu 1998, í dag fáum 83%. 54% hjóna eða para, samskattara, með börn fengu barnabætur á árinu 1998, í dag þetta 48%. En við sjáum hér líka að þetta jókst verulega hér á árunum 2008 og 2009 þegar að bætt var í barnabótakerfið en hefur svo aftur aukist. En þetta segir okkur aftur ekkert upphæðir barnabótana. Þetta er bara hlutfall þeirra sem að fær einhverjar barnabætur. Það geta í mörgum tilvikum, sérstaklega hérna hjá pörum, verið mjög lág upphæð. Ef við aðeins skoðum hvernig barnabótakerfið að létta skattbyrðinni á barnafjölskyldum
og gerum það með því að skoða samanburð á skattbyrði para sem eiga börn og þeir sem ekki eiga börn. Og þetta aftur fólk með tekjur við neðri fjórðungsmörk. Þá getum við sagt að það á tímabilinu, þó að við kannski, aldrei getum við sagt verið mjög mikill munur á skattbyrði þessara hópa. Árið 1998 skattbyrði para með börn 16% og án barna 19%, þannig munurinn þá hér 3% stig, en það hefur enn dregið saman, þannig að hlutverk barnabótakerfisins í það að draga á skattbyrði barnafólks hefur enn minnkað og í dag ekki nema 1% stiga munur á skattbyrði para með og án barna. Þannig að hlutverk barnabótakerfisins við að jafna stöðu þessara hópa hefur enn minnkað. Ef við förum nú aðeins að draga þetta saman, og nú veit ég fer býsna hratt yfir til að halda ykkur ekki of lengi, en vonandi getið þið nú skoðað þetta allt saman betur í skýrslunni og svo bara haft samband við okkur ef eitthvað er. Mér langar aðeins að fara hérna yfir tvær myndir sem við getum sagt að taki svolítið saman allt það sem ég búin að vera að segja. Og á þeim erum við búin að teikna upp áhrifin af þessum þrem þáttum, annars vegar tekjuskattskerfinu, svo vaxtabótakerfinu og svo barnabótakerfinu inn á eina mynd. Hér erum við að skoða skattbyrði para með 2 börn sem eiga áfram þetta 20% eigið fé í húsnæði og eru á lágmarkslaunum. Efsta gráa línan hérna, hún sýnir tekjuskattsbyrði þessa hóps yfir tímabilið. Hann var 4% á árinu 1998 og 16% á árinu 2016. Þannig að tekjuskattsbyrðin sem slík, bara greiddur tekjuskattur og útsvar að teknu tilliti til persónuafsláttar, jókst 12% stig hér á milli. Ef við svo bætum vaxtabótakerfinu við, það svarta línan hérna, að þá á árinu 1998 þá dró vaxtabótakerfið úr skattbyrði þessa hóps úr 4% niður í -10%, 14%. Á því ári að viðbættur svo barnabótakerfinu til viðbótar, barnabótabæturnar drógu svo úr skattbyrðinu 13% til viðbótar. Þannig í heildina þá drógu barna- og vaxtabótakerfin úr skattbyrði hjóna í þessari stöðu 27% stig, úr 4 niður í -23%. Á árinu 2016, þar sem að tekjuskattsbyrðin var orðin 16%, vaxtabæturnar drógu úr skattbyrðinum 10% niður í 6%, barnabæturnar 8% til viðbótar niður í -2%. Þannig að tilfærslukerfin hér, vantar nú textan hérna inn á? Nei. Tilfærslukerfin hér, þau drógu úr skattbyrðinu 18% á árinu 2016, þannig þau drógu talsvert minna úr skattbyrðinu en á árinu 1998. En í heildarskattbyrðin, það í raun og veru það sem við sjáum hérna á rauðu línunni, það sem búið að taka tillit til bæði tekjuskattskerfisins og vaxta- og barnabótanna. Hún jókst úr -23% upp í -2%, hún jókst 21% stig á tímabilinu. Þetta eru tjón á allra lægstu tekjum. Þessi mynd, hún sambærileg fyrir par með tekjur við neðri fjórðungsmörk, það eru líka fólk með tiltölulega lágar tekjur og ég ætla nú ekki að fara yfir þessa mynd með sama hætti, en hér getum við séð að á 1998 þá drógu vaxta- og barnabótakerfið úr skattbyrði þessa hóps 11%. Á árinu 2016 var þetta ekki nema 3%, þannig að heildarskattbyrði þessa hóps hefur á tímabilinu aukist úr 8% upp í 22 eða 14% stig. Og hér svo sambærileg mynd fyrir einstæða foreldra sem eru með tekjur við neðri fjórðungsmörk og þeirra heildarskattbyrði hefur á tímabilinu aukist 28% eða úr því að vera neikvæð 12% upp í að vera jákvæð 16%. Þannig ef við svona reynum að taka þetta saman, þá getum við séð það á þessu að skattbyrði allra tekjuhópa hefur vissulega aukist á tímabilinu, en aukningin langmest hjá tekjulægri hópunum.
Og við rekjum þetta, getum við sagt, til svona 3 þátta að megnu til. Það að persónuafslátturinn, hann hefur langt frá því haldið í við launaþróun. Vaxtabótakerfi, það hefur veikst verulega og léttir lítið skattbyrði. Eignaskerðingarnar hafa aukist og eru orðnar mjög brattar og tekjuskerðingarnar hafa sömuleiðis aukist. Barnabótakerfið, já, það getum við sagt, það hefur verið tiltölulega veikt allan tíman, en það hefur veikst enn frekar. Bótafjárhæðirnar, þær hafa rýrnað og tekjuskerðingin hefur aukist. Þannig að svona í heildina að þá er stuðningur við barnafólk fremur lítill. Ég fór ekki yfir stöðu leigjenda sérstaklega núna, en svona í stuttum máli getum við sagt að þróunin hjá þeim ekki önnur en hjá þeim sem að búa í eigin húsnæði. Þar hefur skattbyrði þeirra tekjulægstu líka aukist mest vegna þess að það í raun og veru ekki mikið önnur þróun í húsnæðis eða húsaleigubótakerfinu á tímabilinu. Það hefur líka rýrnað mikið yfir tíman, þannig að stuðningur við leigjendur hefur minnkað. Þannig að ef við svona tökum þetta allt saman, þá getum við sagt að á þessu tímabili sem við erum að skoða, þessum tæpu 20 árum, að þá hefur munurinn á skattbyrði tekjuhærri hópa og þeirra tekjulægri, hann hefur minnkað, sem að þýðir að það dregur úr tekjujöfnunarhlutverki skattkerfisins. Og það þýðir að kaupmáttaraukningin á þessu tímabili, hún hefur síður þá skilað sér til tekjulægri hópana vegna vaxandi skattbyrði. Þannig að það er svona stutta samantektin á þessu.